Framúrskarandi kennari. Anna Greta Guðmundsdóttir, kennari við leikskólann Sæborg, fyrir skapandi lýðræðislegt leikskólastarf. Garðar Geirfinnsson, kennari við grunnskólann í Þorlákshöfn fyrir áhugaverða og skapandi náttúrufræðikennslu. Hanna Rún Eiríksdóttir, kennari við Klettaskóla, fyrir framúrskarandi kennslu nemenda með fötlun, meðal annars fyrir þróa nýjar leiðir til tjáskipta. Heiðrún Hámundar, kennari við Brekkubæjarskóla og tónlistarskólann á Akranesi fyrir metnaðarfulla og árangursríka tónmennta- og tónlistarkennslu. Hilmar Friðjónsson, kennari við Verkmenntaskólann á Akureyri, fyrir að þróa frjóar og áhugavekjandi leiðir í stærðfræðikennslu. Kæru áhorfendur, það er mér sannur heiður að vera hér á Bessastöðum til þess að taka þátt í þessum hátíðarhöldum og það er mjög gaman að við séum búin að endurvekja íslensku menntaverðlaunin. Og það er mér sannur heiður að veita verðlaunin fyrir framúrskarandi kennslu, en það er hún Hanna Rún Eiríksdóttir, kennari við Klettaskóla, sem fær íslensku menntaverðlaunin árið 2021 fyrir framúrskarandi kennslu nemenda með fötlun, meðal annars fyrir að þróa nýjar leiðir til tjáskipta. Mér langar aðeins til þess að vitna í tilnefningar orðin af því að þau eru mjög tilkomumikil og lesa þau hér upp. Aldrei á sínum langa starfsferli með nemendum með sérþarfir hefur nefndin kynnst öðrum eins fagmanni og Hönnu Rún. Hún leggi allt sitt líf undir svo nemendur fái tækifæri til tjáskipta, verji ómældum tíma utan vinnu til að bæta árangur og vellíðan sinna nemenda. Við tökum undir þá fullyrðingu að Hanna Rún sé sannarlega framúrskarandi kennari. Innilega til hamingju og ég biðja þeim að koma hingað. Hanna hefur alltaf verið afskaplega ljúf og hjartahlý og það hefur nýst henni mjög vel í þessu starfi því að hér finnur hún einstaklinga sem er hægt að hjálpa og hún leggur sig fram 100% í að hjálpa þessum einstaklingum. Hún er rosalega metnaðarsöm, klárar allt sem hún gerir og gerir allt vel. En svo er líka bara svo yndislegt að sjá hana með börnunum. Hún er með svo hlýja og góða nærveru og þegar þú ert að vinna oft með mikið fötluð börn þá þarftu svolítið aðlaga þig að hverjum karakter. Og það er einmitt það sem Hanna hefur er þessi nærvera hennar og þolinmæði. Og þegar hún kynntist þessari tækni sem gat orðið þeim svo mikil hjálp, þá hefur hún haft allar klær úti til að finna og læra meira. Hún er náttúrulega fyrst og fremst kennt okkur alla þessa græjur. Ég veit ekki hvað urmullin af námskeiðum sem hún er búin að halda hérna í skólanum. Þannig ég myndi segja að fyrst og fremst hefur hún gefið okkur fagfólkinu í Klettaskóla rosalega kennslu og rosalega þolinmæði að því við höfum kannski verið lengur að læra þetta en hún. Henni er það einhvern veginn mjög eiginlegt að styðja við fólk með sinni hjartahlýju. Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja með hvaðan þetta kemur. Hún er bara með þetta. Eins og hún er hjálpsöm í vinnu sinni í Klettaskóla, þá er Hanna líka með námskeið út allt land. Hún er bara svo mikið áhuga á óhefðbundnu tjáskiptaleifum, vill kenna öllum og eins og þú veist, ef einhver út í bæ heyrir, þú veist bara, já, ég er í smá vandræðum hérna með Snapcore eða með Communicator, þá er hún bara komin á staðinn bara, ég skal halda námskeið. Hún sagði nú einu sinni þegar hún var að byrja með augnstýringuna, þegar að lukkaðist í fyrsta sinn. Hún sagðist það var nærri því hoppað og næstum því verið fann að gráta þegar þetta gerðist í alvöru. Það er bara hjarta hennar sem hefur leitt hana einhvern veginn í gegnum þetta. Alltaf tilbúin að gefa. Innilega til hamingju með þetta, Hanna Rún. Takk fyrir. Það hefur hreinlega mátt búa til heila heimildamynd öll þau fallegu orð og sögur sem við fengum að heyra í Klettaskóla þig og þín störf þar. Þú byrjar kannski bara á því að segja okkur hvaða kannski fyllingu þetta starf gefur þér? Hvað hefur langa tíma? Fyllingu. Þetta starf bara gefur mér, eins og ég hef nú ásagt að starfið mitt er bara mitt áhugamál svolítið mikið. Þannig að
Já, ég myndi segja að starfið í sinni myndi eins og það kemur fyrir og í því sem ég hef verið að brasa það einhvern veginn fyllir vel vinnudaginn og meira en það. Þannig að og veitir mér ánægju að sjálfsögðu. Ég velti svolítið fyrir mér allar þessar tækninýjungar sem þú hefur leitt inn í þín störf og þessi framúrstefna sem hefur svolítið einkennt þinn feril. Hvaðan sækirðu þann innblástur? Já, börnin í Klettaskóla eru minn innblástur alla daga og mín hvatning. Þegar ég get komið ykkur til leiðar, eða þau geta lært að tjá sig og ef ég hef þess kost að bæta þeirra lífsgæði þá ger ég það og með þeim þessu forriti sem við erum búin að fá núna tjáskiptaforriti sem er svolítið mikið að breyta heiminum þeirra af því að þau eru að tjá sig mikið meira með því forriti að það einhvern veginn er mín hvatning að koma þeim áfram í tjáskiptunum að geta tjá sig allt mögulegt og daglega hluti, ekki bara einhverja kennslustundir sem við setjum upp og heldur að þau séu frjáls og geti tjáð sig í öllum aðstæðum, allstaðar og ekki bara innan veggja skólans heldur líka út á við í sínu samfélagi, bara út í búð og bara allstaðar. Að það er það sem skiptir svo miklu máli og ef við erum komin á það stað að hafa tækifæri til þess með hjálp tjáskiptatölvu og tjáskiptaforrits sem virkar að það er bara einhver staður sem við viljum vera á og við viljum halda áfram að þróa. Það er, já. Framtíðin er björt með þessi góðu tækjatól. Aftur til hamingju með þennan heiður, Hanna Rún. Takk kærlega.